Herru, jæja Haraldur, mæti hérna í Breiðholti, vinni góðan 60 sigur, hvernig svona þið lítur að líða bara nokkuð vel? Já, bara frábærlega. Það var bara virkilega öflug frammistaða og frábær sigur á sterku liði og erfið mútivelli, þannig að ég er hæstánur. Ég er algjör sjokki ennþá með byrjunum á þessu leik, þið byrjið greiðlega vel, komið sér 2-0 eftir 7 mínútur, hvað svona hlýtur að vera bara ánægð með þessa byrjun hjá okkur? Já, hún var bara frábær og óvænt. Ég var nú að ræða við góða mann hérna fyrir leik, við erum að ræða leik KR og Stjörnunar hérna sem Stjarnan er 3-0 yfir eftir 10 mínútur og ég sagði, ég veit ekki hvað mínir menn gera eða vera 2-3-0 yfir eftir 10 mínútur og það var svolítið raunin að við svolítið fórum inn í skilina 2-0 yfir, svona lygileg byrjun, svo fannst mér við ná vopnum okkar í seinni hálfleik og gerum mjög vel. Gerum mjög vel í seinni hálfleik, hvað fer yfir í hálfleik? Eru 3-0 yfir, hvað ræðið í hálfleik? Við héldum boltanum bara alls ekki í fyrri hálfleiknum og varnarlega voru við margir tilbaka en þetta voru löng hlaup og erfið hlaup og við þurftum bara að snirta það til og reyna að koma boltanum aðeins í spil, róa okkur aðeins en á sama tíma þá fundum við blóðbragð og strákarnir svöruðu þessu frábærlega. Þrátt fyrir 3 mörk í fyrri hálfleik, bara með fyrri hálfleikur bara frekar leiðilegur, ertu sammála því? Já, hundleiðilegur, en það er eins og ég segja, þess að eðli, bæði lið voru svolítið slegin, held ég, eftir þessa byrjun og lítið sem gerist, við erum alltaf hæst ánægðir að bara múra fyrir markið og láta þá ráðast á okkur, skorum alltaf eftir skyndisóknir, þannig að okkur leið ágætlega þannig en svo var þetta orðið aðeins svo mikið, en seinni hálfleikurinn var vonandi meiri skemmti fyrir ykkur. Þið kunnið svo sannlega að skora mörk, eru búin að skora liða mest í deildinni í sumar, hvað sóknarleikurinn frábær hjá okkur? Sóknarleikurinn er nefnilega ekkert frábær, við erum bara með ótrúlega góða menn og við klárum færin okkar lygilega og við getum orðið töluvert betra sóknarleik, þeir að segja. Einnig hefur að gerst líka, við hefum bara fengið okkur mikið á mörkum og þurft að kannski opna okkur á óþörfu og það er svona ýmsar skýringar en fyrst og fremst er ég bara með óbúslega góða leik og menn sem klára færin sín og skapa sér færi nánast upp úr engu og það er svolítið lykill. Ég fylgdist með þér á hliðlínu í lokin þegar leiknir skoraði annar markið, þú varst ekki sáttur og öskraðir eitthvað, þið eru búin að fá okkur mikið af mörkum líka? Já, það var svekkjandi, nei það sem gerist, það var áhugavert að dómarinn í rauninni sleppi broti sko og þetta í rauninni gerist það svolítið, finnst mér áhugavert þegar annar lið er mikið undir, þá fær alls konar að slæta sem ágætt að slæta. Það er bara brot í þessu marki og það er aldrei að standa. En á sama tíma þá ákvað ég að taka mómentið frekar í að skamma leikmennina mína heldur en dómara og við þurfum að verjast betur. Við getum orðið miklu betri, það er ekki spurning, þannig að þetta er náttúrulega frábær sigur og gefur okkur mikið en við þurfum að láta kneflika kviði og vera betri í framhaldinu. Eru þið frábæri sóknarlega, þið eru bara að múra fyrir marki og þá getið þið bara verið með hálfleitt markmið fyrir sumarið? Ég ætla að prófa að taka einn leik í einu í því. Það hefur oft reynst vel. Við vorum bara ekki nógu góðir á móti Þór í síðustu umferð, bara alls ekki og við vorum betri í dag, það er fullt af hlutum sem við getum gert betur og við erum sveiflukenndir, við erum með mikið af mönnum að stíga sem fyrstu skref í meistaraflokksbolta, mönnum sem hafa ekki verið lykilmenn á öðrum stöðum til dæmis og við þurfum bara reynslu og hver einasti leikur er mjög dýrmætur fyrir okkur. Burtséð frá þessum leik, mér langar að spyrja þig, hvernig er að liðið sér koma aftur á Stakkhaugavelli í Grindavík? Það er bara yndislegt, það er ótrúlega gaman að æfa við þessar frábæru aðstæður og strákarnir okkar þurfa ekki að spurja hvort þeir fái klefa eða síðu klefa eða hvernig það er og heldur bara göngu í okkar dót og mann geta skilið takaskona eftir einhvers staðar. Fólki okkar er að mæta, við erum hrikalega ánægðir með það og stoltir af því og það er mikill hugur í öllum bæjarbúum og menn svona sýnist með fylgja sér bak við liðið, þannig að þetta er bara búið að vera algjör draumur. Hvernig horfur í framhaldsdeildinni? Nú man ég ekki alveg hverju er næst, hvernig horfur í þetta? Við höfum Keflavík næst, sem í Grindavík. Keflavík er búið að vera líklega svona jafnbesta liði í deildinni, búin að mjög fáir veikleikar á því liði, þannig að það verður hörku leikur að sjálfsögðu. Við erum spenntir fyrir honum og þetta gefur okkur byrjundu báða vangi að sjálfsögðu en við þurfum að vera fljótir að skóla þessum leik niður og fara einblína á hann er strax á miðvikudag. Reikna með frábæra mætingu í Reykjaneslægin? Já, ekki spurning, það er svo ekkert að það var ekki hægt að spila á sjómannudaginn en það verður mæting ekki spurning og Keflvíkingar náttúrulega eru í stuði og þeirra áhorfendur mæta, þannig að þetta verður veisla. Takk hérlega.